Veröld sem var 9. kafli þegar heimsstyrjöldin hófst 1914. Sumarið 1914 hefði orðið okkur ógleymanlegt þótt ekki hefði það fært Evrópu þann örlaga dómað höndum sem raun varð á. Ég minnist þess varla að það var lifað gróskuríkara né fegurra sumar eða, ef svo mætti segja, sumarlegra. Himinninn var fagurblár dag eftir dag, loftið milt án þess að vera mollulegt, ilminn lagði frá sólvermdum engjunum, skógarnir voru skuggsælir af ungu þroskamiklu laufi. Þegar ég nefni orðið sumar verður mér enn í dag hugsa til þessara sólheiðu júlídaga ég dvaldist í Baden hjá Vín. Þessi rómantíski smábær var á sínum tíma eftirlætis dvalarstaður Beethovens á sumrin og þar ætlaði ég að vera kyrrt í mánaðartíma til að einbeita mér að vinnunni. Það sem eftir var sumars hugðist ég síðan dvelja hjá virtaminu mínum Verheeren í litla sumarbústanum hans í Belgíu. Í smábæ eins og Baden óþarft að fara út fyrir bæinn til að njóta náttúrunar. Fallegir skógarásar teygja sig mjúklega milli lágra húsa í Biedermeierstíl sem enn búa yfir sama einfaldleik og þokka og á dögum Beethovens. Á veitingastöðunum sitja menn allstaðar undir berulofti og geta að vild slegist í hóp glaðværa sumargesta sem spóka sig í lystigarðinum eða reikað einir saman fáfarna stíga. Í Austurríki, sem kaþólskt, 20. og 9. júní ávallt hátíðlegur haldinn sem Pétursmessa og Páls og kvöldið fyrir þann dag var þar að þessu sinni samankomin fjöldi gesta frá Vínarborg. Fólk var í ljósum sumarfötum, glaðvært og áhyggjulaust og manngrúin lét berast fram og aftur lystigarðinn fyrir hljóðfaraslættinum. Veður var milt og himinninn kveldist skaf heiður yfir gildum kastaníutrjánum. Þetta var alveg kjörinn fagnaðardagur. Sumarleyfi fóru nú í hönd hjá eldri sem yngri og þennan fyrsta tyllidag sumarsins var eins og menn tækju forskot á sumarsæluna. Þeir nutu ferska loftsins, gróandans og frelsisins frá daglegri önn og áhyggjum. Ég sat nokkuð álengdar í mannmerðinni í garðinum og las í bók. Ég man enn að það var Tolstói og Dostojevski eftir Merikovski og var niður sokkin í lesturinn. Leið skynjaði ég þó vindinn sem þaut í trjánum, fuglakliðinn og ómana sem bárust frá lystigarðinum. Ég heyrði lögin greinilega án þess að það truflaði mig, því eyrað hefur slíka aðlögunarhæfni að samfelldur kliður eins og lækjaniður eða strætaþys hættir innan stundar að orka á vitundina, svo maður fer þá fyrst að leggja við hlustirnar ef hávaðinn þagnar óvænt. Þess vegna nam ég staðar í lestrinum þegar músíkin þagnaði snögglega í miðjum takti. Ekki vissi ég hvaða lag hljómsveitin var að leika. Ég fann aðeins að músíkin var hljóðnuð. Mér varð ósjálfrátt litið upp úr bókinni. Einhver breyting virtist orðin á hinu ljósleita iðandi mannhafi milli trjánna. Allir stóðu nú grafkyrrir. Eitthvað hlaut að hafa komið fyrir. Ég stóð upp og sá að hljómsveitin gekk ofan af hljómpallinum. Þetta var kynlegt því að hljómleikarnir stóðu venjulega yfir í klukkustund eða lengur. Eitthvað sérstakt hlaut að valda þessari sviplegu þögn. Þegar ég kom nær sá ég að fólk hópaðist með írafári að hljómsveitarpallinum, auðsjánlega til að lesa einhverja tilkynningu sem þar hafði verið fest upp. Eins og ég komst brátt að raunum var hér að ræða þá fregn að hans keisaralega tign, Frans Ferdinand ríkisarfi og kona hans hefði verið myrt í Bosníu af pólitískum flugumanni þau voru viðstödd heræfingar þar. Fólk flykktist nú unnvörpum að fréttaspjaldinu. Hinn óvæntu tíðindi bárust frá manni til manns. En svo ekkert sé undan dregið þá rétt að geta þess að hvorki varð skelfing né reiði lesin úr svip nokkurs manns. Ríkiserfingin var nefnilega fjarri því að vera ástsæll maður af alþýðu. Mér í barns minni sá atburður Rúdolf krónprins, einkasonur keisarans, fannst skotinn til bana í Mæjerling. Þá var borgin öll í uppnámi og gífurlegur mannfjöldi þyrptist að til að sjá hann á líkbörunum. Fólk komst ákaflega við og vottaði keisaranum innilegustu samhygð yfir því að einkasonur hans og erfingi skyldi fallin í valinn í blóma lífsins, því miklar vonir voru tengdar við þennan frjálslynda og óvenju viðfeldna Habsborgara.
Frans Ferdinand skorti hins vegar allt það sem til þurfti að öðlast sanna lýðhylli í Austurríki, hlýlegt viðmót, persónutöfra og lipurð í framgöngu. Ég hafði oft virt hann fyrir mér í leikhúsinu. Þar sat hann í stúku sinni, breiðvaxinn og mikill að vallarsýn, með köld starandi augu, án þess að horfa nokkur tíman vingjarnlega til áhorfenda, né örva leikendur með því að klappa þeim innilegt lof í lófa. Honum sást aldrei stökkva bros og hann var aldrei eðlilegur á myndum. Hann var alls ósöngvinn og kunni ekki að taka gamni, kona hans var jafn fráhrindandi. Það var kulda nepja í kringum þessi hjón og allir vissu að þau voru vinalaus. Menn vissu líka að gamla keisaranum var mjög í nöp við þau af því að þau höfðu ekki háttvísi til að geta leynt bráðlæti sínu að komast á valdastólinn. Á einhver dularfullan hátt hafði ég fengið hugboð að lítill heill myndi stafa af þessum svíradegra manni með köldu starandi augun og ég var ekki einn þann grun, heldur fannst mörgum landsmanna slíktið sama. Fréttin morðið vakti því enga innilega hluttekningu. 2 klukkustundum síðar sáist engin merki þess að neinn harmur væri að mönnum kveðin. Fólk masaði og hló og þegar leið að kvöldi var farið að spila á nýjan leik í samkomusölunum. Þann dag varp margur öndinni léttara í Austurríki yfir því að þessum arftaka gamla keisarans skyldi hafa verið rutt úr vegi fyrir hinum unga karli erkihertoga sem var ólíkt vinsælli maður. Næstu daga birtu blöðin auðvitað ítarlega lofgreinar og létu í ljós tilhlýðilega vandlætingu yfir tilræðinu. Ekkert benti þó til að atburður þessi yrði notaður sem yfirvarp til nýlla pólitískra aðgerða gegn Serbum. Hjá keisarafjölskyldunni olli fráfall þetta fyrst sinn áhyggjum af allt öðrum toga, nefnilega varandi útförina. Samkvæmt tign Frans Ferdinand sem ríkiserfingja og einkum fyrir þá sök að hann lét lífið hann var að rækja skyldur við keisaradæmið, bar honum auðvitað leg í Cappuccina grafhýsinu sem var hinn forn helgi legstaður Habsborgarna. En eftir langar og harðar útistöður við keisarafjölskylduna hafði hann gengið að eiga greifa inn í nokkra af Tjótek-ættinni. Hún var að vísu ættstór kona en samkvæmt hinum dularfullu eldfornu ættarákvæðum Habsborgarana var ekki talið jafnræði með þeim og við allar meiri háttar athafnir stóðu erkihertoga innjurnar fast á rétti sínum fram yfir konu ríkiserfingjans enda voru börn hans ekki rétt borin til ríkiserfða og hirðdrambið bitnaði jafnvel á þeim hjónum dauðum. Hvað var að heyra? Átti að jarða greifa inn í á Tjótek-ættinni í ættargrafrek Habsborgarna. Það skyldi aldrei verða. Nú var hafinn hatrammur undirróður, erkihertoga innjurnar settust að gamla keisaranum. Meðan ætlast var til að þjóðin væri í opinberri sorg, geisaði hatrið og öfundin innan hallarmúrana og eins og venjulega urðu hinnir dauðu að láta í minnipókan. Hirðsiðameistararnir fundu upp á því að staðhæfa að það hefði verið persónuleg ósk hinna látnu að vera jarðsett í Artsetten, litlum austurískum útkjálkabæ og með þessum skínhelgis undanbrögðum gátu þeir hummað fram af sér að hafa líkin til sýnis á börunum eða halda viðhafnar útför með öllum þeim metingi mannvirðingar sem því fylgdi. Kistur hinna myrtu hjóna voru fluttar í Kyrþey til Artsetten og jarðsettar þar. Þar með voru hinir nýjungagjörnu vínarbúar sviptir hátíðlegu tækifæri en það gleymdu þeir bráðlega þessum sorgaratburði. Og loks hafði sviplegt fráfall Elísabetar drottningar og krónprinsins og hneykslanlegt brotthlaup ýmissa meðlima keisarafjölskyldunar vanið austurríkismenn á að gera ráð fyrir því að gamli keisarinn myndi lifa einn og óbifanlegur alla sína ólánsömu ætt. Ekki þurfti nema nokkrar vikur enn til að nafn og persóna Frans Ferdinands yrðu gleymd aldur og ævi. En það bil viku seinna fóru blöðin að láta allt dólgslega og voru samstiltari í því en svo að það geti verið einskær tilviljun. Þau báru serbnesku stjórninni á brýn að hún væri viðriðin morðið og gáfu í skyn að austurríkismenn mættu ekki láta ríkiserfingjan, sem nú átti að hafa verið svo yfirtak ássæll, liggja óbættan hjá garði. Maður gat ekki varist þeirri hugsun að með áróðri þessum væri verið að undirbúa einhverjar pólitískar aðgerðir en engum datt stríð í hug.
Hvorki bankar, verslunarfyrirtæki né einstaklingar gerðu neinar breytingar á áformum sínum. Hvað varðaði okkur þessar sífelldu ýfingar í garð Serbíu sem við vissum að áttu rót sína að rekja til viðskiptasamninga útflutning af svínakjöti? Ég hafði gengið frá farangri mínum og var tilbúin að leggja af stað til Belgíu á fund fyrir herens, verki mínu skilaði vel áfram og hvað kom hinn dauði erkihertogi í gröf sinni mínu lífi við? Sumarið var því fegursta og gaf enn fegri fyrirheit og við horfðum vonglöð til framtíðarinnar. Ég man að síðustu dagana í Baden var ég á gangi vínekrurnar með vini mínum. Gamall vínbóndi gaf sig á tal við okkur og sagði: Þetta einmuna gott sumar. Ef tíðin held svona þá verður vínuppskeran með allra besta móti. Þetta sumar verður lengi í minnum haft. En gamla mannin í bláa vinnukuplinum óraði víst ekki fyrir því hversu greipilega sannspár hann átti eftir að reynast. Í Le Coq, litla baðstanum hjá Ostende, þar sem ég ætlaði að dveljast í hálfan mánuð áður en ég færi í hina árlegu sumarheimsókn til fyrir herens, ríkti sama áhyggjuleysið. Glaðvarir sumargestir lágu undir litskrúðugum sóltjöldum eða syntu í sjónum, börnin sendu flugdreka á loft og unga fólki dansaði á flóðgarðinum fyrir framan veitingahúsin. Þarna dvöldu menn af ýmsu þjóðerni í sátt og samlyndi, einkum heyrðist mikið tölu þýska, því fólki úr Rínarhéruðunum var gjarnast að leggja leið sína til Belgíustrandar í sumarleifinu. Einu hjáróma raddirnar voru köll blaðastrákanna sem æftu fyrirsagnir Parísarblaðana til að glæða söluna. L'autre provoque la rousse, l'Allemand prépare la mobilisation. Austurríki ögra Rússlandi, Þýskaland undirbýr hervæðingu. Maður sá að skugga brá yfir andlit fólksins þegar það var að kaupa blöðin en aðeins í svip. Sannleikurinn var sá að við höfðum árum saman átt að venjast þessum stjórnmálaerjum sem ævilega voru jafnaðar á síðustu stundu áður en í óefni var komið. Því skildi ekki eins fara nú. Hálftíma seinna var sama fólkið farið að busla í sjónum, flugdrekarnir voru aftur komnir á loft, máarnir á flögri sem fyrr og sólin skein glatt á friðslandið. En slæmufréttirnar bárust nú hver af annari og gerðust ískeikilegri. Fyrst fréttist úrslitakosti austurríkismanna á hendur Serbum og loðin svör hinna síðarnefndu, næst bárust fréttir af skeitaskiptum þjóðhöfðingjanna og herútboðinu sem ekki var lengur farið í launkofa með. Ég hélst ekki við lengur í þessu afskekkta þorpi og skrappti daglega með litlu raflestinni til Ostende til að þurfa ekki að bíða eins lengi eftir fréttunum sem alltaf urðu verri og verri. Ennþá var fólkið að svamla í sjónum, hótelin voru yfirfull og merð af masandi og hláturmildum sumargestum hélt áfram að spóka sig á flóðgarðinum. En nú bar dálítið nýrra við. Allt í einu birtust belgískir hermenn sem annars höfðu ekki sést á baðströndinni. Þeir voru með vélbyssur á litlum kerrum sem hundum var beitt fyrir, en það var nýlunda sem hvergi tíðkaðist nema í belgíska hernum. Þegar þetta gerðist sat ég á veitingastað með nokkrum kunningum mínum, ungum málara og skáldinu Krommeling. Við höfðum setið seinnipart dagsins heima hjá James Ensor, snjallasta nútímamálara Belgíu sem var afar sérkennilegur maður, einrænn og ómannblendinn og miklu stoltari af lélegum polkum og völsum sem hann samdi fyrir lúðrasettir hersins en hinum frumlegu og litreifu málverkum sínum. Hann hafði sýnt okkur myndir sínar þó tregur væri því hann var haldinn fáralegum skelk við þá tilhugsun að einhver keypti af sér mynd. Vinir hans sögðu mér hlæjandi að langhelst vildi hann selja myndir sínar háu verði án þess að þurfa að láta þær af hendi því hann væri að samaskapi fégjarn sem hann væri fastur á verk sín. Hvenær sem hann léti málverk af hendi væri hann ekki mönnum sinnandi í marga daga. Þessi Harpagon með snilligáfuna hafði komið okkur í gott skap með öllum sínum undarlegu tiltektum og þegar hermannaflokkur með vélbyssur á hundakerrum fór framhjá í þessu, stóð einhver okkar upp og fór að láta vel að einum hundana. Þetta mislíkaði fyrirliða flokksins því hann var smeykur að virðing manna fyrir herbúnaðinum kynni að setja ofan við slíkar gælur. Hvað eiga þessa bjánarlega hergungur að þýða, tautaði einn af okkur. En annar varð undireins fyrir svörum og var snöggur upp á lagið. Við verðum að vera við öllu búnir.
Það allt talað að ef til stríðs kemur munu Þjóðverjar gera innrás í okkur. Það af og frá, sagði ég af innilegri sannfæringu, því að í þá daga trúðum við statt og stöðugt á helgi gerðra samninga. Þó illa fari og Frakkar og Þjóðverjar murki hvorir aðra niður, þá hafið þið Belgar allt ykkar á þurru. En bölsýnismaðurinn í hópnum lét sig ekki. Hann sagði að það hlytu að vera gildar ástæður fyrir því að slíkar ráðstafanir væru gerðar í Belgíu. Fyrir nokkrum árum hefðu menn haft njósn af leynilegu áformi þýska herforingjaráðsins að brjótast gegnum Belgíu þrátt fyrir hátíðlega samninga ef árás yrði gerð á Frakkland. En ég vildi ekki láta heldur í minnipókan. Mér fannst hreinasta fjarstæða að þýskur her biði við landamærin albúin til árásar meðan 20.000 Þjóðverja nýtu glaðir og reyfir gistivináttu þessa hlutlausa smáríkis. Þvaður, sagði ég, þeir meði hengja mig hér í þessum ljósastur ef Þjóðverja ráðast inn í Belgíu. Ég má nú vera vinum mínum þakklátur að þeir skildu ekki taka mig á orðinu þegar þar að kom. Síðustu dagana í júlí var ástandið orðið afar tvísýnt. Hver fréttin rak aðra og sagði sitt hver. Skeytasendingar Vilhjálms keisara til tsarsins og tsarsins til Vilhjálms keisara, stríðsyfirlýsing Austurríkismanna á hendur Serbum, morðið á Sjóri. Manni duldist ekki að nú var alvarlega farið að syrta í álinn. Allt í einu fór kaldur gustur óttans baðströndina og sópaði öllum á brott. Fólk kvaddi hótelin í þúsundatali og flyktist inn í járnbrautarlestirnar, jafnvel þeir bjartsýnustu tóku saman pjönkur sínar í skyndi. Ég tryggði mér líka far, óðar en ég spurði stríðsyfirlýsingu Austurríkis á hendur Serbum og það voru sannarlega síðustu forvöð því þessi ostendi hraðlest var síðasta lestin sem gekk frá Belgíu inn í Þýskaland. Á leiðinni stóðum við í göngunum æstir og óþreyjufullir, allir í hrókasamræðum. Enginn hafði eirð í sér til að sitja kyrr eða líta í bók og á hverri stöð var þotið út til að fá nýjustu fréttir. Maður bar í brjósti dulda vonum að einhver einbeitt hönd héldi aftur af þeim óheilla öflum sem leyst höfðu verið úr læðingi. Enn vildi maður ekki trúa á stríð og þaðan af síður á innrás í Belgíu. Við gátum hvorugu trúað af því að við vildum ekki leggja trúnað á slíka fjarstæðu. Brátt nálgaðist lestin landamærin og við fórum gegnum Verviers, belgísku landamærastöðuna. Þýsk áhöfn kom borð í lestina, eftir 10 mínútur yrðum við á þýskri grund. Þegar við vorum hálnaðir til Herpestal, fyrstu þýsku stöðvarinnar, nam lestin snögglega staðar úti á víðavangi. Við þyrptust út af gluggunum í lestargöngunum. Hvað hafði komið fyrir? Í sama mund sá ég flutningarlestir eina eftir aðra koma brunandi á móti okkur utan á myrkrinu. Þetta voru opnir vöruvagnar og var segldúkur breiddur yfir, en undir honum sá ég móta fyrir ugnvænlegum útlínum fallstykkjana. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds. Þetta hlutu að vera framsveitir þýska hersins. Ég taldi í mig kjark með því að hugsa mér að þetta væri einungis varúðaráðstöfun, hótun hervæðingu en ekki hervæðingin sjálf. Aldrei vex voninni eins ásmegin og á hættustund. Loks var gefið merki að brautin var í greið og lestin hélt áfram og inn á stöðina í Herpestal. Ég þaut eins og eldibrandur niður vagnþrepin til að ná í blað og fá nýjustu fréttir. En þá var stöðin í hers höndum. Þegar ég ætlaði inn í biðsalinn stóð þar gráskeggjaður hörkulegur varðmaður fyrir læstum dyrum. Engum var leyft að fara inn í stöðvarsalina. En bak við kyrfilega byrðarrúðurnar á hurðunum heyrði ég óljóst sverðaglam og dynki frá byssuskeftum sem skullu í gólfið. Það var engin vafi á því að þau fyrn voru í aðsigi, að Þjóðverjar voru að ráðast inn í Belgíu í trássi við öll ákvæði alþjóðaréttar. Það þyrmdi yfir mig þegar ég sté aftur inn í lestina og hélt áfram heim til Austurríkis. Nú var ekki lengur neinum blöðum það að fletta, ég stemdi á vit stríðsins. Næsta morgun var ég komin til Austurríkis. Á hverri stöð höfðu verið festar upp tilkynningar almenna herskráningu. Lestin fylltist á nýliðum, fánar blöktu við hún, músíkin glumdi og í Vínarborg var allt á tjá og tundri. Fyrst í stað urðu menn skelfingu lostnir yfir þessu stríði sem enginn hafði óskað eftir, hvorki þjóðirnar né stjórnarvöldin, en var samt sem áður skollið á fyrir handvömm klaufskra stjórnmálamanna.
en ofboðið hafði skyndilega snúist upp í vígamóð. Menn fóru hópgöngur göturnar undir blaktandi fánum og veifum við glymjandi hljóðfaraslátt og kornungir nýliðar marsiruðu gunnreifir strætin. Þessir óbrotnu múgamenn sem enginn hafði virt viðlits né gert sér títum voru nú í 7. himni yfir því að vera orðnir hetjur dagsins. Satt best að segja verð ég að viðurkenna að það var eitthvað stórbrotið og heillandi við þessa fjöldahrifningu og erfitt að standa hana af sér. Þrátt fyrir hatur mitt og óbeit á stríðinu hefði ég ekki viljað fara á mis við endurminninguna þessa fyrstu daga þess. Þúsundirnar fundu nú betur en nokkru sinni fyrr þar sem þær hefðu heldur átt að finna á friðartímum að þar voru ein hjörð. 2 milljónir vínarbúa og 50 milljónir austurríkismanna skynjuðu að þær voru nú að lifa heimssögulegt augnablik sem aldrei kæmi tilbaka og nú var heitið á hvern og einn að varpa sínu örsmáa sjálfi í þessa glóandi múgkviku til að skýrast þar af allir sérdrægni. Öllum mannamun af völdum metorða, tungumála, stétta eða trúarbragða skolaði burt í einu vetfangi fyrir þessari bræðralags öldu sem flæddi yfir allt. Ókunnugir ræddust við á förnum vegi, menn sem höfðu forðast hvor annan árum saman heilsuðust með handabandi og allir voru glaðir í bragði. Hver og einn fann sjálfsvitund sína hefjast í hærra veldi. Hann var ekki lengur sá einstæðingur sem hann hafði áður verið. Nú var hann orðinn hluti af þjóðarheildinni. Persónuleiki hans enginn hafði annars lagt neitt upp úr, hafði öðlast nýjan tilgang. Postþjóninum sem las sundur bréf án afláts frá morgni til kvölds, skrifstofumanninum, skóaranum, öllum hafði þeim opnast nýr rómantískur möguleiki í lífinu. Þeir gátu orðið hetjur. Allir sem báru einkennisbúning nutu af þeim sökum hylli kvenþjóðarinnar og voru fyrirfram sæmdir þessi rómantíska heiti af hinum heima sátu. Allir viðurkenndu hið ókunna afl sem hafði hrifið þá upp yfir hversdagsleikann. Jafnvel sorgbitnar mæður og kvíðafullar konur bældu niður eðlilegar tilfinningar sínar meðan æsingarnar voru mestar í byrjun. Ef til vill voru þó dýpri og leyndari öfl að verki bak við þessa múgstemningu. Þessi holskefla skall svo ofsalega og óvænt yfir mannkynið að hún rótaði upp hinum myrku frumkvötum og eðliskendum dýrsins í manninum, öllu því sem Freud af djúpsægi sínu nefndi menningarleiða, fýst mannsins til að brjóta niður lög og velsamisreglur borgaralegs samfélags og lofa hinum eldfornu hvötum blóðsins að leika lausum hala. Kannski áttu þessi óræðu öfl sinn þátt í þessari vímu þar sem öllu ægði saman, fórnargleði og ölæði, ævintýraþrá og einlægri sannfæringu. Hinn forni töframáttur gunnfánanna og vígorðanna áttu líka sinn þátt í þessari múgsefjun sem vart verður með orðum lýst en gaf þó mesta glæp vorra tíma bæði seiðmagn og kyngikraft stundarsakir. Yngri kynslóðin sem aðeins hefur verið vitni að upphafi hinnar seinni heimsstyrjaldar kann nú ef til vill að spyrja hvers vegna höfum við ekki lifað neitt þessu líkt? Hvers vegna upptendraðist líðurinn ekki af samskonar hrifningu 1939 og 1914? Hvers vegna hlýddu menn kallinu nú af slíki alvöru og einbeitni svo hljóðir og undirgefnir örlögunum? Var ekki hið sama í húfi og jafnvel ennþá meira? Ekki einmitt barist heilagari og háleitari verðmæti í þessu stríði sem háður hugsjónir en ekki eingöngu landamæri og nýlendur? Því fljótt svarað. Árið 1939 átti mannkynið ekki lengur til sama barnslega trúnaðar traustið og kynslóðin frá 1914. Í þá daga báru menn fölskalausa tiltrú til leiðtoga sinna. Í Austurríki hefði til dæmis enginn vogað sér að halda því fram að hinn aldni og æruverði landsfaðir Frans Jósef keisari hefði hvatt þjóð sína til vopna nema í brýnustu nauðsyn eða krafist af henni blóðfórna nema ríkinu stafaði ógn af illa innrættum og fláraðum fjandum. Þjóðverjar höfðu hins vegar lesið skeyti keisara síns til tsarsins sem báru vitni baráttu hans fyrir friðinum. Almenningur var haldinn takmarkaralausri virðingu fyrir öllum háttsettum mönnum, ráðherrum og öðrum stjórnmálamönnum og hafði tröllatrú á skarpskyggni þeirra og heiðarleika.
Þó stríð væri skollið á, hlaut það að vera algjörlega andstætt vilja þeirra eigin stjórnmálamanna. Sjálfir voru þeir auðvitað alls saklausir, enginn af landsmönnum þeirra átti hér hina minnstu sök. Þeir brotlegu sem höfðu æst til stríðsins hlutu að vera í hópi hinna. Sjálfur gripu þeir til vopna af því að þeir áttu hendur sínar að verja gegn slóttugum varmennum sem réðust að tilefnislausu á hina friðsömu austurríkismenn og Þjóðverja. Árið 1939 var oftrú þessi á heiðarleika eða að minnsta kosti hæfni stjórnmálamannana liðin undir lok allstaðar í Evrópu. Menn höfðu ímugust á stjórnmálamönnum eftir að líðum var ljóst hvernig þeir brugðust málstað friðarins í Versölum. Fólki var í ofersku minni hversu blygðunarlaust þeir höfðu svikið loforð sín afvopnun og afnám pólitískrar leyniþjónustu. Árið 1939 báru menn í rauninni ekki virðingu fyrir einum einasta stjórnmálamanni og enginn fól þeim áhyggjulaus örlög sín í hendur. Lítil sildasti götusópari í Frakklandi gerði gys að Daladier og í Bretlandi var eftir Münchenfundinn Peace in Our Time úti allt traust á framsýni Chamberlains. Á Ítalíu og í Þýskalandi horfðu menn til Hitlers og Mussolinis með ugg og kvíða. Út í hvaða ófæru teima þeir okkur nú? Menn áttu að vísu ekki margra kosta völ þar sem föðurlandi var í húfi. Þess vegna öxluðu hermenn byssur sínar og mæður létu taka synina frá sér en ekki í þeirri óbifanlegu trú sem einu sinni var að fórnin var í óhjákvæmileg. Fólk hlýddi en fagnaði ekki. Menn héldu til vígstöðana en dreymdi ekki framar að gerast hetjur. Þjóðir og einstaklingar fundu að þeir voru annað tveggja ofurseldir venjulegri pólitískri glópsku eða meinlegum óræðum örlögum. Og síðast en ekki síst, hvað vissi almenningur stríð eftir nær hálfrar aldar frið? Menn höfðu ekki kynnst ófriði af eigin raun og naumast leitt hugan að slíkum hlutum. Stríð var þessu fólki þjóðsaga ein og fjarlægðin hafði sveipað það rómantískum hetjuljóma. Menn sáu það fyrir sér eins og það birtist í skólabókum eða á myndum í málverkasöfnun. Djarfleg áhlaup riddara í skínandi herklæðum, banaskotið hitti menn alltaf beint í hjartastað, herförin öll einn dunandi sigurmars. Við vorum komnir heim á jólum, sögðu nýliðarnir hlæjandi við mæður sínar í ágúst 1914. Var nokkur í bænum eða þorpinu sem mundi virkilegt stríð? Í mesta lagi örfáir öldungar sem höfðu barist gegn Prússum, núverandi bandamönnum árið 1866, en stríð þetta, ef stríð skildi kalla, var bæði skammvinnt, fjarlægt og blóðsúthellingalítið, enda til lykta leitt á 3 vikum við lítið mannfall fyrir nokkurn varði. Í vitund venjulegs manns var stríðið karlmannlegt, rómantískt ævintýri og ungu mennirnir vildu fyrir engan mun verða af þessari dásamlegu æsandi lífsreynslu. Þess vegna flykktust þeir svo óðfúsir undir gunnfánana, þess vegna sungu þeir gleðisöngva í lestunum sem fluttu þá út á blóðvöllin, þess vegna þaut þessi rauða bylgja blóðsins villt og heit æðar allrar þjóðarinnar. En kynslóðin frá 1939 vissi hvað stríð var. Hún lét ekki blekkjast. Hún vissi að það var ekki rómantískt heldur ruttalegt. Hún vissi að það myndi standa árum saman og eyða fyrir mönnum fjölmörgum óbætanlegum árum ævinar. Þeir vissu að menn sækja ekki að óvinunum skreittir eikilöfum eða skrautböndum, heldur hírast vikum saman í skotgröfum og herbúðum, lúsugir og brennþyrstir og eru tættir sundur og lemstraðir á löngu færi án þess að hafa nokkru sinni horfst í augu við andstæðingin. Menn hefðu kynnst af blöðum og kvikmyndum hinni djöfulegu eyðingartækni nútímans og vissu að tröllauknir skriðdrekar krömdu þá undir sér sem lágu sárir í valnum og flugvélasprengjurnar tættu sundur konur og börn í rúmum sínum og þeim var ljóst að heimsstyrjaldin 1939 yrði margfalt svívirðilegri, grimmúðlegri og ómennskari en allar fyrri styrjaldir mannkynsins vegna hinnar sálarlausu vélvæðingar. Enginn einstaklingur kynslóðarinnar frá 1939 lagði framar trúnað á guðlegt réttlæti stríðsins
og þó var hitt verra að menn höfðu ekki einu sinni trú á því lengur að sá friður sem barist var fyrir yrði réttlátur né varanlegur heldur. Það var of skammt að minnast vonbrigðana eftir síðasta stríð þegar menn uppskaru örbirgð í stað velmögunar, angur í stað unasemda, hallæri, gengishrun, uppreisnir, missi mannréttinda, ríkistrælkun, óþólandi öryggisleysi og gagnkvæma tortryggni í garð allra. Þetta gerði gæfumuninn. Stríðið 1939 hafði andlegan tilgang, það var háð frelsið og til varnar siðrænum verðmætum og þegar baráttan hefur tilgang verða menn ókvalráðir og einbittir. Stríðið 1914 átti hins vegar enga stoð í veruleikanum, heldur þjónaði það einskæri blekkingu, draumi betri heim, réttlátari og friðsamari. Og sæll maðurinn aðeins í blekkingu sinni en ekki í þekkingu. Þess vegna héldu fórnarlömbin út á blóðvöllin með fagnaðarlátum, krýnt blómsveigum og með eigilauf á hjálmunum og strætin ómuðu af söng eins og þetta væri stórhátíð. Það var ekki fyrir sérstakt raunsægi eða skarpskyggni af minni hálfu að ég lét ekki glepjast af þjóðræknisvímunni, heldur var það því að þakka hvernig ég hafði lifað lífinu. 2 dögum áður hafði ég verið í óvinalandi og þannig gengið úr skugga að almenningur í Belgíu var alveg álíka friðsamlegur og ugði jafn lítið að sér og okkar fólk. Þá hafði ég einnig lifað heimsborgaralífi lengur en svo að ég gæti allt í einu farið að hatast til fólk í öðrum löndum þar sem ég undi mér engu verra en í föðurlandi mínu. Löngum hafði ég haft illan bifur á allri pólitík og síðustu árin hafði ég í viðræðum við franska og ítalska vini mína þrásinnis látið í ljós hvílík fásinna það væri að fara að heyja styrjöld. Ég hafði því fyrir tortryggnissakir öðlast ónæmi fyrir ættjarðarskruminu. Þar sem ég var svo vel undir það búinn að standast sóttnæmi fyrstu styrjaldardagana var ég staðráðinn í því að láta ekki bræðravíg sem klauskir stjórnmálamenn og ósvífnir vopnaframleiðendur endur til hnika þeirri sannfæringu minni að Evrópa yrði að sameinast. Þess vegna var ég í hjarta mínu staðfastur heimsborgari frá byrjun. Erfiðara var hitt að taka rétta afstöðu sem ríkisborgari. Þótt ég væri ekki nema 32 ára þurfti ég ekki að gegna neinni herskyldu fyrstum sinn þar sem ég var við ítrekkaða læknisskoðun dæmdur ófær til herþjónustu og var reyndar dauðfegin. Í fyrsta lagi forðaði þessi annmarki mér frá því að sóa heilu ári í bjánalegar heræfingar og auk þess þótti mér ganga glæpi næst að fara svo aldavilt að þjálfa 20. aldarmenn í meðhöndlun manndrápstækja. Rétt afstaða manns með mínar skoðanir hefði verið að lýsa mig conscientious objector, en í Austurríki lágu því hinn ströngustu viðurlög, því ég var annan veg farið í Englandi, og útheimti slík ákvörðun sálarþrek sem píslarvottum einum gefið. Nú verð ég að viðurkenna það hreinskilnislega að hetjuskapur hefur aldrei verið mín sterkar hlið. Ef hættu ber að höndum hefur mér alltaf verið eiginlegast að hliðra mér hjá henni. Og það er ekki einungis við þetta tækifæri sem mér hefur, ef þið vill mér réttu, verið borið hik og hugleysi á brýn, líkt og forðum mínum mændamestara Erasmusi frá Rotterdam. Hitt var óbærilegt fyrir tiltölulega ungan mann eins og mig að bíða þangað til ég yrði dregin fram úr mínu horni og settur niður einhvers staðar þar sem ég átti ekkert erindi. Ég svipaðist því eftir starfi þar sem ég gæti orðið að liði án þess þó að taka þátt í stríðsæsingum. Nú vildi svo vel til að einn vina minna var háttsettur liðsforingi og starfaði í skjalasafni hersins, svo ég fékk þar inni með hans tilstyrk. Ég átti að annars bókavörslu en þar kom tungumálaþekking mín að góðu haldi. Þar að auki átti ég að bæta málfar á opinberum orðasendingum. Ég viðurkenni fúslega að þetta var ekkert frægðarstarf en þó leist mér svo sem það myndi eiga betur við mig en að reka rússneska sveitamenn á hól með byssusting. Þar sem úrslitum réð fyrir mig var að í þessu tiltölulega hæga starfi hafði ég nægan tíma aflögu til að sinna því sem ég álit mestu varða í þessu stríði að stuðla að bættri sambúð þjóðamilli á ókomnum árum. Gagnvart vinum mínum í Vín átti ég mun örðugra uppdráttar en í starfinu.
Skáld okkar voru flest lítt mennt á Evrópuvísu, sjónhringur þeirra var alþýskur. Þau töldu sig verða að mestu liði með því að styrkja menn í trúnni á ímyndaða fegurð stríðsins með skáldlegum hvatningarorðum eða fræðilegum kenningum. Nær öll þýsk skáld með Hauptmann og Demel í broddi fylkingar töldu sér skylt að fara að dæmi germanskra fornskálda og eggja bardagamennina lögeggjan með söngvum og römmum rúnum svo að þeir gengu gunnreifir í dauðan. Nú var niðurburður af kveðskap þar sem skáldin rímuðu saman kýf og líf, vigur og sigur. Rithöfundurnir sóru þess dýran eið að eiga aldrei framar nein menningarsamskipti við Frakka eða Breta og gengu svo langt að þeir létu sem aldrei hefði verið nein ensk eða frönsk menning, svo lágt væri á henni risið samanborið við þýskt þjóðaræðli, þýska list og þýskan anda. Mentamennirnir voru jafnvel enn svæsnari. Heimspekingarnir voru búnir að tína öllu niður nema þeirri visku að styrjöldin væri stálbað sem eldi þrek þjóðana og kæmi í veg fyrir úrkynjun. Læknarnir komu til liðs við þá og mæltu svo ótæpilega með gervilima smíð sinni að við sjálft lá að mann langaði til að sníða af sér heilbrigðan fót og fá slíkan gervilim í staðinn. Prestar hinna ýmsu kirkjufélaga vildu ekki láta sitt eftir liggja og tóku undir þennan samsöng og stundum var engu líkara en maður væri að hlusta á raus vitskertra manna. Þó voru þetta allt sömu mennirnir sem við höfðum dáðst að fyrir vitsmunni, snilligáfu og mannlund viku eða mánuði áður. Furðulegast við þessa fásinu var að flestum þessara manna var innlæg alvara. Þeir voru flestir of gamlir til að gegna herþjónustu eða óhæfir af öðrum ástæðum og töldu sér því skylt sóma síns vegna að leggja eitthvað á mörkum. Allt sem þeir hafðu gert áttu þeir tungunni og þar með þjóðinni að þakka. Þess vegna vildu þeir þjóna þjóðinni með tilstyrk tungunar og segja henni það sem hún helst vildi heyra, að í átökunum væri rétturinn allur hennar megin en órétturinn á hinnar hlið, að Þýskaland myndi bera sigur af hólmi en óvinnurinn bíða smánarlegan ósigur. En þá grunaði ekki að með þessu voru þeir að bregðast hinni sönnu köllun skáldanna sem verðir og verndarar sameiginlegra mannlegra verðmæta. Sjálfsagt hefur marga þeirra farið að flökra við sínum eigin orðum þegar mesti móðurinn var af þeim runnin. En fyrstu mánuðina fengu þeir sem ólmastir voru besta áheyrn en það mátti hvarvetna heyra þá kyrja sama söngin. Einna gleggsta og átakanlegasta dæmið þessa einlægu en glórulausu hrifningarvímu fannst mér Ernst Lissauer. Ég þekkti hann vel. Hann orti stutt, gagnorð og nöpurkvæði en var jafnframt sá mesti meinleysis maður sem hugsast gat. Ég man enn í dag hvað ég þurfti að bíta fast á vörina til að verjast brosi þegar hann heimsótti mig í fyrsta skipti. Eftir kvæðum hans að dæma sem stemdu að ítrustu orðfæð og voru afar kjarnirt á þýska vísu hafði ég ósjálfrátt ímyndað mér skáldið sem grannan mann og beinaberan. En viti menn, inn í stofu mína kjakar akfeitur kubbur, digur eins og áma, með glaðhlakkalegt andlit yfir tvöfaldri undirhöggu, sindrandi af ákefð og sjálfsánægju, óðamála og svo altekin af ljóðagleði að engin mannlegur máttur gat varnað honum þess að fara með kvæði sín í tíma og ótíma. Þrátt fyrir allt hið broslega í fari hans, hlaut manni að verða hlýtt til hans því hann var vænsti maður, góður félagi og varla einleikið hvað hann bar mikla lotningu fyrir listinni. Hann var kominn af efnafólki í Þýskalandi, hafði stundan nám í Friðriks Vilhjálms menntaskólanum í Berlín og ég geti trúað að hann var í prússneskastur eða prússasinnaðastur allra þeirra gyðinga sem ég hef kynnst. Hann talaði ekkert lifandi mál erlent og hafði aldrei komið út fyrir landsteinana. Þýskaland var honum allur heimurinn og því þýskara sem eitthvað var, þeim mun meira fannst honum til þess koma. Hetjur hans voru York, Luther og Stein. Skrafdrykst var honum jafnan þýska frelsistríðið en í tónlist hafði hann Bach fyrir sinn guð og lék verk hans með afbrigðum vel þó fingurnir á honum væru stuttir, digrir og holdugir. Enginn var þaul kunnugur í þýskum kveðskap, enginn hugfangnari né heillaðri af þýskri tungu. Eins og títt eru marga gyðinga af þeim ættum
seint fengur hlutdeild í þýskri menningu, var hann trúaðri á Þýskaland en þjóðreknustu Þjóðverjar. Þegar stríðið skall á beið hann ekki boðanna en skundaði til herbúðana og gaf sig fram sem sjálfboðaliða. Ég get enn gert mér í hugarlund hlátrasköll liðþjálfana þegar þessi ístrubelgur kom másandi upp tröppurnar. Honum var umsvifalaust vísað á bug. Lissauer var alveg eyðilagður yfir þessu og vildi nú, eins og hinir, leggja Þýskalandi lið með ljóðlistinni. Það sem hermt var í þýskum blöðum og hernaðartilkynningum var honum óvéfengjanlegur sannleikur. Land hans hafði orðið fyrir árás og verstur allra þjóta var svo líðilegi glæpamaður Grey, utanríkisráðherra Breta, því svo vildu þeir láta í Vilhelmstrassi. Þessar tilfinningar sínar gagnvart Bretum að þeir varu erkióvinir Þjóðverja og ættu höfuð sök á stríðinu túlkaði hann í hatursóði til Englendinga. Ég hef ekki kvæði við höndina en í mergjum gagnorðum erindum snýr skáldið þar Bretahatri sínu upp í heitstrengingu að aldrei skuli Bretum fyrirgefin glæpur þeirra. Illu heilli kom nú á daginn hversu létt og löðurmannlegt að slá á strengi heftrækninar. Lissauer, litli feiti gyðingurinn, vísaði Hitler þarna veginn. Kvæðið verkaði eins og sprengja sem varpað inn í skotfærageymslu. Ég hygg að aldrei hafi kvæði orðið landflekt í Þýskalandi með jafn skjótum svifum og þessi alræmdi hatursóður, jafnvel ekki vakt am Rhein. Keisarinn var frá sér numinn og sæmdi Lissauer orðu rauða arnarins. Kvæðið var prentað í öllum dagblöðum, kennarar lásu það fyrir nemendur í skólum og liðforingjar þrumuðu það yfir hermönunum á vígstöðunum þangað til allir kunnu þessa lítaníu hatursins utanbókar. Síðan var samið lag við kvæðið, það var útsett fyrir kór og flutt í leikhúsunum. Meðal 60 milljóna Þjóðverja var brátt ekki til það mannsbarn sem ekki kunni hatursóð til Englendinga frá upphafi til enda og ekki leið á löngu þar til það var kunnugt út allan heim en vakti að vísu minni hrifningu þar. Í einu vetfangi öðlaðist Ernst Lissauer meiri frægð en nokkru öðru skáldi hlotnaðist í styrjöldinni en sú frægð átti raunar seinna meir eftir að brenna honum á baki eins og Nessusar serkur því óðar en stríðinu var lokið og kaupsýslumenn vildu hefja viðskipti á nýjan leik en stjórnmálamenn voru farnir að gera heiðarlegar tilraunir í samkomulagsátt. Þá var öllum mest í mun að afneita þessu kvæði sem eggjaði til ævarandi fjandskapar í garð Breta. Og nú reyndu menn að hreinsa sjálfa sig af allir sök með því að setja Veslings Lissauer heftrækna í gapastokkin, rétt eins og hann hefði verið einn þetta sefasjúka hatur í rauninni greip alla æðri sem lægri árið 1914. Allir þeir sem hefðu hyllt hann 1914 sneru við honum baki 1919. Blöðin hættu að birta kvæði hans og þegar hann sýndi sig meðal kunningjanna sló vandræðalegri þögn á alla viðstatta. Að lokum gerði Hitler hann rækan úr Þýskalandi, landinu sem átti hug hans og hjarta og hann dó í útlegð, gleymdur maður. Fyrir meinleg örlög varð hann píslarvottur vegna þessa eina kvæðis sem hóf hann svo hátt til þess eins að læging hans yrði sem mest. Hinum fórst alveg eins og Lissauer. Ekki vil ég neita því að þeir voru í góðri trú og gerðu eins og samviskan bauð, bæði skáldin, prófessorarnir og allir þessi nýbökuðu föðurlandsvinir. En ekki leið á löngu áður en í ljós kom hvílíku stór tjóni þeir ollu með því að lofsyngja stríðið og ala á hatrinu. Árið 1914 voru allar styrjaldarþjóðirnar þegar komnar í sefasjúkt uppnám, svo að illkynjaðasti orðasveimur var undir eins borin á borð sem heilagur sannleikur og menn lögðu trúnað af fáránlegasta rógburð. Tugir manna í Þýskalandi sóru og sartið lögðu að rétt fyrir stríðsbyrjun hefðu þeir með eigin augum séð bíla hlaðna gulli á leið frá Frakklandi til Rússlands. Blöðin voru sneisafull af hinum venjulegu kynjasögum útstungin augu og afhögnar hendur sem alltaf koma fram strax á 3. eða 4. degi hverjar styrjaldar. En blessaðir sakleysingjarnir sem tóku þátt í að útbreiða þessar lygar vissu bara ekki að tröllasögurnar grimmdarverk óvinahermannanna heyra herbúnaðinum til á sama hátt og flugvélar og skotfæri
og eru teknar fram úr hergagnabúrunum strax fyrstu stríðsdagana. Styrjöld ósamrýmanleg heilbrigði dómgreind og andlegu jafnvægi. Hún útheimtir uppskrúað tilfinningalíf, brennandi áhuga fyrir eigin málstað og hatur í garð andstæðingana. Nú liggur það í mannlegu eðli að sterkum tilfinningum verður ekki haldið við líði von úr viti, hvorki hjá einstaklingi né þjóð, og það vita hernaðar yfirvöld ofur vel. Þess vegna verður að kynda markvisst undir þeim, æra þær upp með sífelldum inngjöfum. Þetta verk áttu menntamenn, skáld, rithöfundar og blaðamenn að vinna, hvort sem þeim var það ljúft eða leitt. Þeir áttu að berja bumbur heiftrakninar, en það gerðu þeir það svo dyggilega að hlutlaus áheyrandi fekk hellur fyrir eyrun og ónot fyrir hjartað. Í Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Rússlandi gengu nær allir menntamennirnir stríðsáróðrinum og auðsvipir á hönd og ólu þar með á hópsefjun og múghatri stríðsins í stað þess að berjast gegn því. Afleiðingarnar voru hinnar hörmulegustu. Í þann tíð var enn ekki búið að útjaska áróðrinum á friðartímum svo að þjóðirnar héldu þrátt fyrir 1000-fald vonbrigði að allt væri satt sem stóð á prenti. Hinn hreini og fölskvalausi eldmóður fyrstu dagana snerist í smám saman upp í tilfinningaofsa af versta og heimskulegasta tægi. Á Ringstrasse í Vín og Friedrichstrasse í Berlín var nú hafin barátta gegn óvinunum sem var heldur löðurmannleg. Nafnskilti búða á frönsku og ensku voru rifin niður og klaustrið Zoten Englischen Fräulein varð jafnvel að breyta nafn af því að því gamla varð illa þokkað af almenningi sem hafði ekki hugmyndum að englisje átti þar við engla af himni en ekki engilsaksa. Heiðvirðir kaupmenn límdu eða stimpluðu á bréf sín orðin Guð hegni Bretum og stásmeyjar strengdu þess heit í pistlum sem þar sendu blöðum að taka sér aldrei framar í munn aukatekið orða frönsku. Shakespeare var útlægur ger úr þýskum leikhúsum og Mozart og Wagner úr frönskum og enskum hljómleikasölum. Þýskir prófessorar lýstu yfir að Dante hefði verið germani en franskir að Beethoven hefði verið belgíumaður. Menn slógu samviskulaust eign sinni á andleg verðmæti óvinnalandana rétt eins og þau væri kornmatur eða málmkríti. Það var ekki nóg með að friðsamir borgarar þessar landa dræpu hver annan daglega í þúsundatali, heldur stunduðu báðir aðilar þá iðju heima fyrir að ófræja og ata auri löngu liðin stórmenni óvinnalandsins sem legið hafði þögul í gröf sinni öldum saman. Þessi andlega óáran ágerðist alltaf. Eldabuskan sem aldrei hafði komið út fyrir bæinn og ekki litið á landabref síðan í barnaskóla hélt að Austurríki gæti ekki komist af án þess að eiga Sandsjak, lítinn landamæraskika einhvers staðar í Bosníu. Ökumenn stældu það á förnum vegi hve mikla stríðskaðabætur ætti að gera Frökkum að greiða, hvort það ættu heldur að vera 50 eða 100 milljarðar, en vissu þú ekki sjálfir hvað milljarður var. Ekki var til sá staður eða hópur manna sem ekki varð þessari skelfilegu sefasíki hatursins að bráð. Klerkar predikuðu af stólnum, jafnaðarmenn sem hafðu nokkurum vikum áður brennimert hernaðarstefnuna sem en versta glæp, geipuðu ef til vill hærra en nokkrir aðrir, svo þeir yrðu ekki taldir til þeirra sem Vilhjálmur keisari kallaði ættjarðarlausa kóna. Þetta var stríð auðtrúa kynslóðar og tröllatrú hverjar þjóðar á það að réttlætið var í allt hennar megin fól í sér alvarlegustu hættuna. Það var engin leið að koma orðum af viti við nokkurn mann fyrstu styrjaldarvikurnar 1914. Friðsömustu meinleysismenn voru líkt og ölvaðir af blóðeimnum í loftinu. Kunningar mínir sem ég þekkti að því að vera harðvítuga einstaklingshyggjumenn og jafnvel stjórnleysingja inn við beinið umturnuðust í stæka föðurlandsvinni og úr föðurlandsvinum í óseðjandi landvinninga sinna. Allar viðræður enduðu annarkvort á bjánalegu orðagjálfri eins og sá sem ekki kann að hata getur ekki elskað heldur eða þá grófustu hrakyrðum. Félagar mínir sem ég hafði ekki átt orðastað við árum saman báru mér á brýn með óþvegnu orðbragði að ég var ekki neinn austurríkismaður lengur,
Ég ætti að snauta yfir til Frakklands eða Belgíu. Þeir gáfu meira að segja í skyn að réttast væri að gera yfirvöldunum viðvart menn eins og mig sem teldu að styrjöldin væri glæpur því að defætistar, þetta prýðilega orð hafði nýlega verið fundið upp í Frakklandi, væru hinir örgustu svíkarar við föðurlandið. Þá var ekki nema einn kostur fyrir hendi að draga sig í hlé og þegja meðan hinir létu dæluna ganga. Það var allt annað en auðvelt. Jafnvel í útlegð ill skárra að lifa lífinu, þar geti trúttum talað, en að vera einangraður í föðurlandi sínu. Í Vín höfðu vinir mínir snúið við mér bakinu, en þá var ekki tímabært að leita nýrra. Þó átti ég stundum tal við Rainer Maria Rilke og við skildum hvor annan út í æsar. Það hafði líka tekist að útvega honum starf á kyrrláta herskjalasafninu okkar, en það hefði hann áreiðanlega orðið afleitur hermaður, því honum myndi beinilís hafa orðið flökurt af óhreinindum, ódauni og hávaða. Ég get aldrei stillt mig að brosa þegar ég minnist hans í einkennisbúningnum. Einn daginn var drepið á dyr hjá mér. Hermaður stóð úti fyrir, heldur ódjarflegur. Mér hnykkti við þegar ég sá að þetta var Rilke, Rainer Maria Rilke í hermannsgerfi. Hann var svo átakanlega vandræðalegur, treyjan allt of þröng í hálsin og maðurinn alveg miður sín af þeirri tilhugsun að þurfa að heilsa hverjum liðsforingja að hermanna sig og slá saman hælunum þegar hann mætti þeim. Sú innri nauðsyn sem knúði hann ávallt til að leita fullkomnunar olli því að hann vildi inna óaðfinnanlega af hendi þessu ómerkilegu formsatriði. Út af þessu gat hann varla á heilum sér tekið. Ég hef alltaf hatað þennan hermannabúning síðan ég var í liðsforingaskólanum, sagði hann lágmæltur að vanda. Ég held ég væri laus við hann fyrir fullt og allt og þó er ég komin í hann aftur, hátt á fertugsaldri. Þeir allra hamingju urðu hjálpfúsir menn til þess að halda yfir honum hlífiskildi og fyrir hliðhollan læknisskoðun var hann leystur frá herskildunni. Hann kom einu sinni til mín aftur til að kveðja, það lá við að hann liði inn í herbergið, svo hljóðlega gekk hann ávallt og að því sinni var hann borgarlega klæddur. Erindið var að þakka mér fyrir að ég hafði með aðstoð Roland reynt að bjarga bókasafni hans í París sem hafði verið gert upptækt. Aldrei þessu vant var hann ekki unglegur lengur, það var eins og umhugsunin allar ógnirnar hefði lamað hann gersamlega. Ef maður geti nú bara komist úr landi, sagði hann, stríð ævinlega prísund. Síðan fór hann. Ég var aftur einsamall. Nokkru seinna flutti ég búferlum til sveitaþorps í útjaðri borgarinnar til að flýja þessa háskalegu músefjun og til að hefja þar mitt persónulega stríð mitt í styrjöldinni, baráttuna gegn þeim sem sviku skynsemina á vald múgæsingana.